Þeir ljótu svörtu kassar og það alltaf verið að segja mér að það sé svo miklu betra og fallegri borg sem að byggjast og ég eitthvað hana, það? Ef ég fer bara svona gömul rótgróin hverfi, sem reyndar ekkert rótgróin verist vera út af því að það var bara þetta byggði kringu þau. Já. Að þá mér alltaf sagt sko, þetta nú bara eitthvað ljótt og Nei, þetta bara miklu fallegri hverfi, sko. Já. Sko, og það verður... Fer einhver í Valshlíðin og segir, bara, ef að fara bara að gera okkur sér ferð. Nei, en það ferði gömlu hlíðarnar sem ég óslu. Það fallegt. Óbóðslega gaman labba þar og við sem ólust uppi í Jaðar-Öskjuhlíðarinnar og lékum okkur þar. Það voru einhverjir staðarlags að passa okkur, við bara passaðum okkur sjálf sko. Og bara falleg hverfi sem voru bara öll þjónustað sem við þurftum. Það þurfti bara heilsugæslustöð, hárgreiðslu, rakara og það apótek og svo framvegis. Og það þarf að gera þessi fallegu hverfi bara sterkari. Grafarholt, Árbær, Breiðholt. Það er hægt að gera frábæra hluti í þessu hverfum ef menn hafa áhuga á því. En þetta fólk hefur aldrei haft áhuga nema bara einhvern miðbænum með endalausum torgum fyrir útigangsmenn. Mengi notar aðrir en útigangsmenn sko. Og hjólastanda út allt sem er alltaf auðir og eyða einhverjum milljörðum í þetta. Ég er ekki að segja að það mikið er fallið í borginni sko, í miðborginni líka. Og það er auðvitað margt breyst þar og er fallegt. Það er ekki eins og allt hafi verið í rugli, allstaðar. En ég er bara að segja það skiptir íbúna máli ef við hugsa mestum. Þeirra umhverfi. Þeir geta komast á milli staða. Þeir geti fengið sína þjónustu á heimavelli og svo framvegis.